Komið í sæl og blessuð og takk fyrir að vera með okkur. Sem fyrir þá örkum við svið forystu, samskipta og stjórnunar. Ég heiti Sigurður Ragnarsson og umsjónarmaður þessa hlaðvarps og einnig þeirra gæfu aðnjótandi að fá að leiða viðskiptadeild háskólans á Akureyri. Nú ég starfa líka við stjórnundaþjálfun, sérstaklega hardstyles og sitt hvað fleira svo sem. Nú í dag að þá ætlum við sérstaklega að skoða þætti sem að tengjast forystu og samskiptum í tengslum við nýsköpun og hvað maður að segja, frumkvöðla mennsku. Og af þessu tilefni að þá hér mættur Kjartan Sigurðsson og hann er skal ég segja ykkur svona hálfgerð margfætla að vera vegna þess að hann hefur sýslað ýmislegt í gegnum tíðina og nú þegar að sýsla ýmislegt. Hann var til dæmis nýlega að ljúka við það að smíða jeppa. Nú eins og sé, hann er lektor við Háskólann á Akureyri en hann hefur líka verið að leiða uppbyggingu á nýsköpunar- og frumkvöðlasetri Háskólans og áður fyrr þá var hann svo sem að bralla ýmislegt, var meðal annars lektor við háskóla í Hollandi, Twente og síðast en ekki síst og þessu vil ég nú alls ekki gleyma og halda til haga og það er það að hann stofnaði og rak hársnyrtistofu í 16 ár. Velkomin Kjartan. Takk fyrir. Hvernig líður þér? Mér líður stórkostlega. Ég náttúrulega rosalega stressaður í öllum erfiðu spurningum sem ég ættir að svara hérna en það er mjög ánægilegt og takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Þetta er það er mikilvægt að ræða þessi málefni sem að snúa að forystu og stjórnun og við erum alltaf að fást við þetta ágæta umhverju okkar, viðskipti og þjónustu og allt annað og þannig að þetta er bara hluti sem er verður að ræða og ég bara hlakka til að taka þátt í þessu með þér í dag. Já, glæsilegt. Já, við erum eftir að fara víðan völl en eins og segi, þú hefur svona mjög fjölþættan bakgrunn, búin að fást ýmislegt og þú kannski kemur inn á það því að það er svo margt sem ættir að tengja mitt við nýsköpun og frumkvöðla mennsku en eins og ég segi, þú rakst hársnyrtistofu í 16 ár og stofnaðar hana hvað ásamt konunum þinni og svo breytir algjörlega í raun og veru og ferð inn í akademíuna en samt alltaf með tengingu við atvinnulíf og samfélag og vinna líka með fyrirtækjum og þú hefur líka kennt við Háskólann í Reykjavík. Já. En ég var að spá þar vil að fá vita þess meira fyrst hársnyrti bransan af hverju fórst í hann og hverju það skilaði þér og þá kannski líka af hverju hættir. Það er eitthvað að tala um hennar hárgreiðslu bransan. Já, ég fer ekkert í neina gargfötu með það, ég er mjög stoltur af því og það er svona hefur kannski tengt mig líka bara og hjálpað mér að læra á það að tengjast fólki af því að þegar maður er að vinna með fólk í stólnu þá tengist maður því og kynnist því og maður lærir þessi samskipti sem eru gríðarlega mikilvæg og þau eru ekki síður mikilvæg þegar maður er komin í þetta starf sem er í dag og bara á lífsleiðinni en já, ég endaði nú óvart í hárgreiðslu það var nú svona sérstakt þýrðum til að ég ætlaði svo sem aldrei að fara í hárgreiðslu ég var sennilega síðastur minna vina að vilja fara í þá grein ég ætlaði mér alltaf að fara í hestamennsku eða sálfræði eða eitthvað annað en fara á háskólan á Hvanneyri eða eitthvað svoleiðis þannig að ég svona var ekkert endilega að pæla hárgreiðslu og bara alls ekkert en það var einhvern veginn svona var ykkur orðaskipti milli mér og pappa minn sinna þegar ég var ungur maður og sögum þess að ég var í klippingu hjá Villa Þór þá bara rétt liðlega 15 vetra og sem að spyr hvort ég vil ekki koma að læra að klippa og ég fór nú bara að hlæja og sagði við hann að það náttúrulega kemur bara ekkert í greina en þá sagði hann þess að kynkimögnuðu setningu Kjartan að kynna svo mikið að sætum stelpum og þetta var náttúrulega þeim árum sem maður náttúrulega bara rosa ungur og feskur og ég sagði bara já, ég skal bara prófa þetta og ætla hans bara vera í þessu bara út sumarið og fara svo bara í eitthvað annað nema að þetta atvikaðist að pabbi minn, hann var ekkert sérstaklega hrifinn að þessu og sagði mér að ég myndi nú aldrei græða pening á þessu og samt einhverjum fleirum orðin sem kannski ekki verið að hafa eftir hér en þessi fræðasetning að ég myndi aldrei græða pening á þessu
var til þess að ég sagði við hann, ég skal sýna þér það. Og þá var ég náttúrulega bara fastur í þessu og kláraði þetta með bara miklum, held ég, glæsibrag. Stofnaði hárgreiðslustofu sem heitir Kultúra og rak hana, já, í allmörg ár og hún gekk bara rosalega vel og gott fólk að vinna með mér og náttúrulega kona mín, hún líka læriði hárgreiðslu og var við það fagi í ykkur tíma, en já, síðan bara ákvað ég að söðla og breyta þess til. Ég hafði farið í nám í Háskóla Íslands í félagsfræði og kunni því vel og fannst svona einhvern veginn ekki nóg komið þegar ég álpaðist til að klára það. Þannig að ég dreif mig í alþjóða viðskipti við Háskólann í Reykjavík og það var þá sem sagt 2008 og það var einhvern veginn bara, já, ég kláraði það og bara rétt tíma og að þá var ég svona að velta að finna hvað ég fara að gera og ég sá fyrir mér að fara í ykkur business og var komin að stað með mjög áhugavert verkefni að breyta plasti í olíu og komin hansi langt með það en það var svona stjórn eða þú veist vandamál bara að komast inn í inn í þá ormagrifi að fá plasti, dekkin og þessu þar og þetta voru svona vandamál eitthvað og við ákvaðum að því að félagar minni sem voru með mér þannig í þessu, þeir ákvaði að nenni ekki að standa í svona að ég bara já, kannski bara fara í doktorsnám hverjum dettur það ekki í hug bara svona allt í einu, þannig að ég fór svona eitthvað að labba með þá hugmynd í maganum og svona eitthvað að tala það og það var þá sem sagt 2011 haustið 2011 að þá fer ég í viðtal til Marinu Kandi sem síðar var leiðbeinandi minn og ég kann henni bara allt mjög gott, hún bara held ég hún ótrúlegur fagmaður, ótrúlega góður leiðbeinandi ef ykkur alltaf doktor sem ég skulle tala á hana bara. Og síðan þá í framhaldinu ferðu til Hollands og þá, eða eftir að klára doktorinn eða hvernig það? Já, ég klára doktorsnámið og ég starfaði nú reyndar með doktorsnáminu í Háskólann Reykjavík. Ég var svona sem sagt á rannsóknarstyrk sem að Marina hafði fengið og það sem gerir það að verkum að 2011 að þá flytti ég til Bretlands, fer þar í háskóla í Nottingham sem heitir University of Nottingham og tók allar mína kúrsa í doktorsnáminu þar og starfaði síðan í fyrirtæki í Birmingham og var þarna í rúmt ár, kom heim og fór síðan til Póllands líka á þessum rannsóknarstyrk og starfaði þar við fyrirtæki og reyndar líka stofnaði fyrirtæki þar sem að ég lét síðan í hendur vina míns vegna þess að ég ætlaði ekki að búa í Póllandi og svona ákvað bara eiga bara lítinn hlut en hafa mikið að segja allavega fyrsta árin og það heitir Little Bit Academy og með starfstöð í borg sem heitir Katowice. Ég bjó í Gliwice sem bara rétti á Katowice og Krakow og þessum stöðum. Pólland svona eitt af mínu uppáhaldslöndum og mér leiði rosalega vel þar. Ég var þar í rúmt ár líka og í miklu samskiptum við Pólland, pólskan háskóla sem heitir Silesian University of Technology. Hefur aðeins verið að vinna þar með fólki við MBA-námið þeirra og í tengslu við líka við doktorsnámi og við fyrir svona að vera bæði kannski að vinna svolítið með það að þróa og hjálpa þeim að efla og vinna með þeim í að efla námið sérstaklega þá þessu alþjóðalefili og svona breiða svo svolítið út og það bara gengið vel og það rosalega spennandi og skemmtilegt en síðan fór ég til Danmörku líka og var þar í tæpt ár í Horsens og starfaði þar við fyrirtæki og síðan hef ég starfað svona hínum þessum fyrirtækjum, unnið með nýsköpunar fyrirtækjum, frumkvöðum mikið og og endaði síðan í háskóla í Hollandi sem heitir University of Twente sem rosalega flottur háskóli og skemmtilegt að vera þarna, hollendingar skemmtilegir og svona all líflegir líka og þannig að mér leiði mjög vel þar, ég var þar
í nokkur ár og þar kendi ég mjög áhugavert námskeið sem að heitir Honors on Entrepreneurship og þetta svona sett sko nemendur sem gengur mjög vel í námi þeir hafa tækifæri til að sækja í þetta nám en þetta er svona ef ég sletti ekstra kurrikular þetta er það að segja að þeir fá ekki einingana metnar ofan á sitt BS nám heldur komaður ofan á það en þau sem sagt tengjast hópi fólks sem að klárar honorsnám í þessum skóla og það var mjög gaman að kenna það vegna þess að þarna var maður með fólk sem að gerði ekkert annan að challenge mann allan daginn því að bara mjög klári krakkar og ótrúlega hugmyndaríkir og miklu frumkvöðlar þannig að síðan enda ég hér á Akureyri 2022 haustið og eitt af þeim verkefni sem að ég fekk í hendunar þegar ég kom hingað var það að fara svolítið yfir þennan frumkvöðla og nýsköpunar völl og heimavöll Háskólans á Akureyri í þeim efnum og ég fer af stað að vinna með eitthvað sem við köllum í dag verkefni frumkvöðla og nýsköpunar við Háskólan á Akureyri. Fyrst átti þetta að heita setur en það var kannski full svona nálagt einhverju rannsókna tengdum pælingum og þó ég hafi alveg gaman að rannsóknum og öllu þessu akademiska umhverfi og skrifa greinar og slesa að þá hef ég líka ótrúlega mikinn áhuga á atvinnulífinu og nýsköpun og sjá sem sagt fyrirtæki vaks og dafna vegna þess að þau hafa einsett sér það að leiða nýsköpun og gefa frumkvöðum vinna þeirra tækjafæri. Auk þess náttúrulega líka að vinna með frumkvöðum sem eru bara starta nýjum fyrirtækjum og ég ger það mikið. En eins og með sko frumkvöðlasetrið, nýsköpun og frumkvöðlasetrið sem að þú ert að leiða uppbygginguna og hefur leitt uppbygginguna. Ég er aðeins að hugsa þetta er náttúrulega svona heiti sem eru búin að vera í umræðinu í mörg ár en samt miklu styttri tíma heldur margt annað svo sem. Hvað í raun og veru, þú veist, hvað þýðir þetta, þú veist? Ef ég segi bara, ég er bara alltaf að fókusera á nýsköpun, Kjartan. Ég held að ég sé bara frumkvöðl, sko. Hvað þarf ég að uppfylla til að vera frumkvöðl? Hvað snýst þetta svona mannamáli? Já, þetta er nú ekki nema 150 kríteríur sem þarf að uppfylla til þess að vera frumkvöðl. Þá nægir þið aldrei, sko. Og þá förum við bara yfir það, þetta tekur nú ekki nema 2 tíma að fara yfir það. Nei, þetta er nú, sko, frumkvöðlun og nýsköpun þetta er náttúrulega bara allt, einhvern veginn. Frumkvöðlar eru allstaðar og við getum öllu verið frumkvöðlar. Og ég segi nú það til dæmis bara mjög mikilvægt að kenna frumkvöðlafræði og hafa það sem mjög svona framalega námskrá háskóla og líka menntaskóla og grunnskóla. Það á bara að vera að kenna ungu fólki og líka fullorðnu og öllum þetta vegna þess að það hjálpar þeim að stíga skrefin svolítið fastar og dregur úr líkum á því að hætta við eða tapa miklu fjármunum eftir þess að læri meira inn á þetta umhverfi. Þannig að já, frumkvöðlar, það er ekkert sérstakt föss í kringu það hugtak. Það er bara eru allir frumkvöðlar sem að vilja og það geta allir gert eitthvað tekið sko af skarið. Frumkvöðl er í raun ekkert annað en það að taka af skarið og fara að gera eitthvað sem þú hefur brennandi áhuga á. Þráttur að einhverja annar hefur verið að gera það sama áður eða hvernig er þetta? Já, þetta er einmitt góða punktur, sko. Það er ekki rosalega margt alveg endilega svo nýtt undir sólinu að maður sé að fara að stofna eitthvað mjög svona radikal sem aldrei hefur verið gert, en það er samt sem aður alltaf að fæðast ný fyrirtæki og koma ný tækifæri upp á yfirborðið sem gerir það verk og þau umbylta umhverfinu. Við sjáum bara þess að streymisveitur Spotify og alls konar svona eitthvað, þú veist, þannig að það eru oft, það verða til straumhverf en aðalega sko snýst þetta náttúrulega það að ef við tökum frumkvöðla og nýsköpunar hugtæki inn í fyrirtæki sem er náttúrulega mjög áhugavert og þar komum við svolítið að þessum sko svona leiðandi forystu stjórnendum og þess að það er innan fyrirtækja hversu
hversu snjallir eða sniðugir stjórnendur eða leiðtogar innan fyrirtækja eru að sjá hverjir eru frumkvöðlar innan fyrirtækja, hverjir vilja taka á skarið og gefa þeim rými til þess að gera það. En getur þá hvaða fyrirtæki sem bara ákveð það að fara í svona frumkvöðlega mennsku eða þú þarft ákveðna menningu fyrir eða þarft ykkur ákveðna tegund af stjórnun eða forystu innan fyrirtækisins, hvernig það? Já, þá ég líka, þú veist, skilur mig það, ef ég væri til dæmis með fyrirtæki og ég ákveð núna, ég ætla að fara að innleiða nýsköpunar og frumkvöðlega hugsun. Hvað þarf til þess? Frumkvæði og samtal við fólkið gríðarlega mikilvægt. Ef við eigum ekki samtal við fólkið þá verður minna úr því að fyrirtæki sé að vaksa í nýjar áttir og líka bara með umhverfinu út af því að það náttúrulega bara þessi gamla klísið, þú veist að það eru rosalega tækni breytingar og AI tækni og allt þetta þetta á ljóshraða og við þurfum að fylgja þið eftir og fyrirtæki þurfa að fylgja þið eftir og til þess að fyrirtæki geti fylgt þið eftir þá þurfa að eiga samtal við starfsfólki sitt og sína hagsmuna aðila og skilja hvað þau þurfa að taka til bragðs til þess að verði ekki eftir í samkeppninni. Ef að það væri til dæmis hluti svona af kúltúrnum og jafnvel bara stefninni og það getur þá vel verið bara sérstaklega smærri fyrirtækjum að það jafnvel bara sá þú sem á fyrirtæki sem nú bara ákveður að ef að það mikil mótstað til dæmis við breytingar skoða nýjungar, skoða hvernig þetta að hugsa hlutina upp á nýtt að svona umhverf, þá myndi þetta ekki ganga eða hvað? Nei, þetta nú svolítið eins og að ákveða að fara í ræktina og léttast eða þyngjast eða safna vöðum eitthvað, við byrjum eitthvað staðar og þetta þarf bara að þjálfa innan fyrirtæki. Já. En auðvitað snýr þetta náttúrulega mjög mikið af stjórnendum þeirra sem eru innan fyrirtækjana að það þeirra frumkvæða og nýsköpunar máttur sem að skilur svolítið að þarna. Þau fyrirtæki sem að vilja vera í samkeppnishæfu umhverfi þau þurfa að innleiða áætlanir það hvernig þau ætla að láta nýsköpun eiga sér stað og já, breytingar eru það er alveg sama hvað breytingar eru litlar eða stórar eða eitthvað, þú veist það alltaf ykkur svona mótstaða en í fyrirtækjum það sem að nýsköpun mjög ofarlega á baugi og kannski bara stórkostlegur hluti af því sem fyrirtæki að gera alltaf að þar tekur fólk ekki eins mikið eftir því að sé ykkur breytingar, það bara tekur þáttinn og það fagnar breytingum og vill sjá að hlutinu sé að drífa sig áfram. Fólk oft trættu breytingar, já það verður eitthvað sagt upp en gjarnan eru breytingar líka bara til þess að byggja fyrirtæki en hraðar og enn betur upp og það verður þá til þess að aukist frekar ráðningar innan fyrirtæki heldur en hitt. En þetta líka við getum horta á þetta líka svolítið út frá bara viðskipta mótorum sem fyrirtæki hafa þróað inn hjá sér að það þarf bara að endurskoða þau alltaf reglulega og það felur í sig nýsköpun og að því að nýsköpun ekkert eins og ég var að tala ekkert endilega umbylt ykkur, þetta geta verið bara lítil skref en mikilvæg til þess að halda vexti. Já, en þá myndi þetta ef það eitthvað þú veist, hvað það kannski helst sem að svona hindrun hjá fyrirtækjum og þegar þú tala viðskiptamódel, hvað áttu við? Já, það sem sagt, hvað áallanir eru inni til dæmis ykkur ákveðnu umhverfi sem fyrirtæki sem bara fyrirtæki framleiðir ykkur vöru og hvernig kemur fyrirtæki vörun á þann marka sem það að einblína á. Þannig að þá ykkur áallin í kringum það og það ykkur módel sem að fyrirtæki hafa smíðað og jafnvel fara eftir, sjá fyrir að þetta svona gæti verið eitthvað sem að dugir þeim að framleiða vöruna með þessum hætti í eitthvað tíma
fylgja síðan með, það er hluti af viðskiptamódelinu, það er að það er sér greift inn í það að fylgjast með umhverfinu og taka þátt í breytingunum og nýta þessi tækifæri sem á markaði, það er að segja að halda fyrirtækinu samkeppnishæfu og tilbúin til þess að takast á við þær breytingar og þá þarf náttúrulega að endurskoða viðskiptamódelið og við getum kallað þetta business model innovation, það er að segja að viðskiptamódel sem að hefur mikla og ríka skírskotun til þess að leiða hluti áfram og skoða hvernig við getum breytt og bætt og það er til dæmis ef við förum út í ormagrifin og kolumspor og umhverfismál og þess og þar að þá er fyrirtæki gjarna sem að hafa svona nokkuð skýra sín á viðskiptamódelin sín farin að huga nýsköpun þar og skapa sem sagt, nýjungar innan sinna viðskiptamódela sem snúa því að draga úr ykkur losun, efla umhverfismál og þess að þar og þá tengjaðu við kannski framleiðslu einingarna sínar sem að verða þá umhverfisvænni með einum öðrum hætti og það er náttúrulega bara mjög áhugavert. Hvenær verður þessi grein til í raun og veru? Hvenær fæðast þessar pælingar og farið þennan búning? Ég veit það ekki, ég er ekkert mikið fyrir að vera að grafa eitthvað, þú veist. Nei, ég nú bara hugsa svona sirka, því ég var bara sjálfur að láta hugan reika tilbaka. Ég held að þetta hafi bara verið alltaf, þú veist, en kannski með svona ykkurum, ég veit það ekki, þú veist, ef við segjum 1800 eða 1700, ég veit það ekki. Nei, nákvæmlega, þú veist, var ekki bara frummaðurinn, gat hann ekki vera alveg heilmikillega frumkvöðlega starfsemi? Jú, hann bara fannur, við erum komin hingað, við erum komin með sjálfkeyrandi bíla þegar ykkur hljópa sléttunar með kiljuar enda að róta fíl til þess að fá sér að borða. Þannig að, við erum bara komin hingað í dag, þannig að það hefur augljóslega átt sér stað mikil nýsköpun. Það hafa verið frumkvöðlar á sveimi sem hafa ítt alls konar hlutum og verkefnum sem er ótrúlega skemmtilegt. Það er mjög áherslu að tengja það svona fórust og samskiptum almennt og það er mitt búin að koma inn á nokkra punkta mitt varandi, ég er að hugsa svona farsæla leiðtoga og hvað þarf til þess að vera farsæll leiðtogi eða stjórnandi í dag? Þú þarft að vera svolítið á þessari línu það ekki, það eru mikla breytingar, það er þróun í gangi, þú ert skilin eftir það ekki, ef þú ert að staðna. Það er bara svoleiðis. Já, og þess vegna er bara svo mikilvægt að eiga, þú veist, þetta samtal, vera alltaf í samtali, skilja hvernig fyrirtækin hreyfast frá degi til dags, skilja allar þjónustu og framleiðslu einingar innan fyrirtækisins, vera í samskiptum við fólki, þú ert eitthvað forstjóri í stóru fyrirtæki, er eitthvað að því að fara og tölta sér eitthvað niður og tala við fólkið sitt og sjá hvað er að gerast og greina svolítið hvað er að gerast í staðan fyrir að bíða alltaf eftir einhverjum upplýsingum frá einhverjum öðrum, þú veist. Bara farið og talið við fólki og verið með og það leiðir bara mjög oft til þess að fyrirtæki verða farsælli, það er fólki skilur að það er tekið utan með það finnur að það er okkur þakklæti innan fyrirtækinsins í garð þeirra fyrir þá þjónustu og það sem þau gera fyrir fyrirtæki og þá bara fólk hleypur því ekstra mæl miklu frekar, þannig að það er ekkit endilega eitthvað sérstakt mótil að einhverjum stjórnandi eða leiðtoga, en það er mikilvægt að hafa í huga hvort þú ætlar að stjórna með harðir hendi eða leiða fyrirtækið þitt svona kannski svolítið þvert á og gefa fólki sens á að vaksa og dafna, koma með hugmyndir og skoða þær, teknaður upp og sjá hvaða tækifæri eru í því. Þannig að það leynast frumkvöðlar innan fyrirtæki og það er ekkert alltaf sem að þeir fá það tækifæri til þess að skína. Nei, þá maður hugsa þennan svona vanlega jarðveg, því að ég held að flestir viljum ekki staðna hérna með sleggjun á hlaupum út á túnni, Nei. Þannig að það er kannski eitthvað sem að þú ert búin að vera svolítið að vinna með bara í gegnum árin mjög mikið, bæði í akademíun og líka úti á agrunum í fyrirtækjunum sem þú verður að starfa hjá og með. Þú veist, hvernig jarðvegur er vanlegastur fyrir öflugt frumkvöðlastarf? Það er bara að vera í góðum, ríkulegum samskiptum með fólkið sitt, gefa þetta færi eins og við varum að segja
til að vaksa og dafna og hérna sá þannig í hérna svörðin að uppvaksi bara fallegt og gott tré sem að þá í raun eitt annað en vöxtu fyrirtækisins og já, það er bara mikilvægt, ég veit ekki þetta hljómar náttúrulega svolítið svona klísulega og eitthvað einfalt en þetta er ekki rocket science. Nei. Er verið að gera mikið úr því hvað það stendur fyrir og hvað það þýðir, finnst þér? Það er akkurat það sem að mér finnst áhugaverð spurning. Það er stundum sko, það er eins og margir haldi að þetta sé eitthvað rosalega flókið. Já. En þetta er svo sem ekkert flókið. Það er bara aðalatriðið bara að fara af stað og eiga þetta frumkvæði og skilja umhverfið sitt. Ef þú ert með fyrirtæki þá er að taka af skarið og halda áfram. Vakna á mótnana og spyrja sjálfum sig hvað getum við gert nýtt í dag, hvernig ætlum við að halda þessu áfram. Ef þú ert frumkvöðl sem ert ekki með fyrirtæki en ert með frábæra hugmynd, það þarf að eiga samskipt við alveg fullt af fólki. Góð hugmynd verður aldrei einhvern veginn almennilega til og að ykkur ef þú ætlar að setja einn heima og gera þetta allt sjálfur. Það er bara, ég segi bara, það er bara ekki hægt. Það er bara ótrúlega mikilvægt að þegar fólk er með góðar hugmyndir, frumkvöðlar með góðar hugmyndir eða telja sig vera góðar hugmyndir, það er bara reima þessu skóna og fara að tala við fólk. Þegar hún nefnir þetta, þegar við erum búin að vera að tala kannski meira bara, þú veist, fyrirtækin og stjórnendur þar. En ef við horfum á þetta einmitt, þú veist, það er eitthvað fólk aðmundi, það er eitthvað einstaklingur, það getur líka verið teymi sem er búið að koma saman og er með einhverja hugmynd, eitthvað sem það hefur trú á, veit ekki hvernig það á að taka næstu skref, sko, hvernig í raun og veru á að fóstra, hvernig hvernig þetta á að verða svona að veruleika. Hvernig er það umhverfi núna hjá okkur hérna, tilru? Sko, ef við tökum svona bara Ísland heilt yfir, þá er bara nokkuð öflugt svona frumkvöðla starf í gangi. Mikið af frumkvöðlum, það er líka mikið að tækifærum fyrir frumkvöðla. Það er alls konar hraðlar og, þú veist, vaxtarrými. Við erum með, ég ætla bara að tala sérstaklega drift og eftir sem er náttúrulega eitt stórkostlegt fyrirbæri sem er að eiga sér stað hérna. Já, endilega, við þurfum að koma inn á það eftir. En hérna, og ég er í miklu samskiptum við hérna, og við förum að þessi við þá eftir bara. En hérna, já, það eru alls konar vaxtarrými. Það er klak og það er gullleggið, snjallræði sem er samstarfsverkefni 3 háskóla, Háskólans Reykjavík, Háskólans Íslands og náttúrulega Háskólans á Akureyri og ég er sem sagt þátttakandi þar og vinn með því vaxtarrými að aðstoða frumkvöðla við að koma hugmyndum sínum og tækifæri sínum á koppinn. Er það bara fyrir hvert sem er? Bara... Já, það er þannig séð, það hefur verið fyrir hvert sem er, við höfum samt verið að leitast við að tengja þetta nær háskólanum. Við fengum ákveðið styrk frá ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar og sem er og þar er sem sagt búið upp á samstarfsstyrki til að efla samstarf milli skólana og þannig að við erum að vinna með snjallræði og tengja þá og styrkja og efla og talandi snjallræði að því að við rættum aðeins áður þessa samfélagslegu nýsköpun, social innovation. Já, það er spennandi. Sem er mjög áhugavert og snjallræði er einblínir á það. Það er eina markmið verkefna sem að fá brautagengi í snjallræði. Við erum með 12 verkefni núna og þetta er nýfarið að staða þetta haust og þessu líkur í desember. Og þá teljum við að frumkvöðlarnir séu með það mikla þekkingu og það góðan bakgrunn að þau geta farið af stað og unni með verkefni sín. Við teljum okkur þá hafa tengt á vel við vaxtaumhverfið, það er að segja fjárfesta og kynntum fyrir tækifærum til þess að sækja styrki og þess og þar. En samfélagslega nýsköpun gengur að mestu leyti út af það að það er verið að skapa vörur eða þjónustur sem að hafa ríka skírskotun til samfélagsins og samfélagslegra mála.
það getur verið eitthvað í umhverfismálum, heilbrigðismálum og alls konar málum sem að tengja við kannski einhvern ákveðin hóp fólks og hefur ríkulega jákvæð áhrif á þann hóp. Við getum kannski tekið til dæmis dæmi sem verkefni inn í heilbrigðisvísindum og það nú ágætis heilbrigðisvísindadeild hérna við Háskólann á Akureyri og þetta er mjög góð og þar ég að kenna í meistarnáminu frumkvöðla og nýsköpunarfræði og það er mjög áhugavert að sjá þau verkefni eru gjarnan svona á þessum félagslega nýsköpunarbasis. Það er að segja að finna leiðir til þess að efla einhverja þætti innan heilbrigðiskerfis finna leiðir til þess að til dæmis að minnka biðtíma á alls konar þáttum og svo má lengi telja. Þannig að það félagslega nýsköpun bara mjög áhugavert fyrirbæri og ótrúlega mikilvægt. Og við förum kannski aðeins inn í fyrirtæki, hvernig sjá þau samfélagslega nýsköpun fyrir sér og svona stjórnendur og leiðtogar innan fyrirtækja. Að það hefur aðeins tekið þátt í rannsóknum á þessu leveli og það er mjög áhugavert að sjá að fyrirtæki hafa mikil áhuga á þessu. En þetta er svolítið eins og með samfélagslega ábyrgð, þau telja það að þarna sé aukinn kostnaður sem að veitir fyrirtækjun þá ekki endilega mikla hagsæld. Ég tel það í rauninni vera rangt vegna þess að ég held að þetta sé hagsældartæki fyrir fyrirtæki og það er ekkert að því að fyrirtæki hafi hag af því að vera í samfélagslegri nýsköpun. Það er bara mjög mikilvægt að fyrirtæki, ég skal bara segja það eins og græði á því sem þau verða að gera. Þau verða að græða peninga, þau verða að hafa hag af því sem þau verða að gera. Og ef að samfélagsleg nýsköpun er eitthvað sem að þau geta verið í, þá er það bara mjög gott. Og ef þau hafa hag af því, þá er það bara frábært. Þannig að þá bara græða allir og samfélagi verður með einum öðrum hætti betra. Þannig að og ég hef aðeins verið í ráðgjöf með fyrirtækjum einmitt á þessu leveli, ekki endilega samfélagslega nýsköpun, heldur meira líka á þessu leveli samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem að hefur mjög ríka skírskotun til frumkvöðlunar og nýsköpunar því að það er að fara inn í verkferla innan fyrirtækisins og breyta þeim og umbylta, það er ótrúlega mikil nýsköpun sem er fólkin í því vegna þess að fyrirtæki sjá fyrir sig kannski tækifæri til þess að draga úr kostnaði en auka þrótt fyrirtækis með einhverjum hætti. Draga úr umhverfis vanda, minnka kolefnisspori sitt og sjá fyrir sér kannski bara breytingar á viðskiptamódelinu í þá veru að þau geta framleitt vöruna ódýrar eða á hagkvæmari hátt með ríkulegri skírskotun til umhverfismála og þess að þannig að þá er bara komið þessi þáttaka fyrirtækja í samfélaginu með einum öðrum hætti. Já, og þannig að þetta samtvinnast eins og með social innovation, félagslegu nýsköpununa og sjálfbærnina. Maður hefur heyrt miklu minna þessa félagslegu nýsköpun en það tengist eins og þú segir og þá fyrir ég að velta þessu fyrir mér að þú varst að tala heilbrigðisdeildina. Hvernig til dæmis bara eins og með annan fyrirtækjarekstur, segjum bara til dæmis eins og kúltúra, hárgreiðslu, hásnýttistofan sem þú rekst í 16 ár. Já. Hvernig myndi félagsleg nýsköpun birtast þar? Var nýsköpun þar í gangi og social innovation? Í þínu starfi? Þetta voru mörg ár, 16 ár. Kjartan. Já, ég vissi ekkert samfélagslega nýsköpun eða sjálfbærni eitthvað, ég var ekkert mikið að spá í það þá. Hins vegar eru ekki bara hárgreiðslustofu, bara öll fyrirtæki hafa það er bara það sem ég er að segja, öll fyrirtæki geta tekist á við nýsköpun sem að hefur eitthvað með samfélagið að gera hefur með umhverfið að gera og þessa sjálfbærni er í rauninni ekki eitthvað gengur ekkert bara út af það að endurvinna Coca-Cola dósir. En það sem ég er að hugsa að það sem þú ert að segja, við skilur rétt að þú getur í raun og veru ekki slitið í sundur sjálfbærni og félagsleg nýsköpun eða eitthvað? Nei, það liggur náttúrulega bara mjög þétt upp á hvor öðru. Já. En sjálfbærni er ekkert endilega samt félagsleg nýsköpun en engu að síður að í hvers skipti sem þú eflir sjálfbærnina fyrirtækins þá hefur það jákvæð áhrif á samfélagi. Já. Þannig að þegar maður tala kannski þessa samfélagslegu nýsköpun innan fyrirtæki að
að þau séu þá að búa til einhverja vörur eða þjónustu sem hafa ríka skírskotun til einhverja hópa innan samfélagsins. Það gengur ekki endilega þvert á samfélagið, það hefur áhrif á einhverja ákveðna hópa innan samfélagsins. Já. Það svona það sem að kannski verður. En svona þessi heildar samfélagslega ábyrgð. Já. Og þú talar samfélagið og fyrirtæki og svo framvegis. En hvað þá með, þú veist, fólkið í fyrirtækinu eða stofnuninni, sko starfsfólkið? Er það hluti af þessu? Já, þetta eiginlega bara eina mikilvæg spurningunum. Sko, samfélagslega ábyrgð fyrirtækis verður aldrei öflug og ríkuleg og sterk ef að fólki ekki með í þeirri vinnu. Sko, við erum alltaf að tala þetta gagnsæi að upplýsa og fólk sé með í því sem er að gera. Þáttaka innan fyrirtæki að veita fólki tækifæri til þess að taka þátt í að móta og breyta og byggja upp ótrúlega mikilvægt og samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækja hún verður bara miklu sterkari eftir því sem að hún er upplýstari innan fyrirtækisins og þá ég að tala ekki endilega bara innan fyrirtækisins út af því að fyrirtæki hafa þessa hagsmuna aðila sem eru út allt utan fyrirtækisins, það viðskiptavinir, það governmentið og það alls konar dótari þann út ykkur hópar og snillingar sem að hafa sko áhrif á fyrirtæki og geta haft áhrif á fyrirtæki og þar liggur náttúrulega kannski liggur þessi grundvallar þáttur að fyrirtæki sem tekst vel að innleiða samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækis hún er sterk og gagnsæ þeim gengur líka vel að innleiða sína samfélagslega ábyrgð í þá veru að samkeppnisskilur hana og allir aðrir hagsmuna aðilar, viðskiptavinir og það hefur bara sýnt sig í rannsóknum og ég hef bara tekið þátt í rannsóknum og á einhverja greinar sem að sýna það bara svart og hvítu að fyrirtæki sem að gera þetta vel og að heilum hug þeim gengur almennt betur heldur en hinum. Það þýðir ekkit endilega money in the pocket en það er alltaf í rauninni það sem að verður niðurstaðan heldur þetta líka í meiri ánægju starfsfólksins sem þýðir það að þú heldur starfsfólkinu það er minna turnover rate á fyrirgjöðu slettunar þú veist. Það er minna turnover rate sletti bara aftur það er minni líkur að fólk hætti innan fyrirtæki sem að hafa innleitt þessa þætti og það segir sér svolítið sjálft bara eins og hefur verið að tala að sko stjórnendur og leiðtogar innan fyrirtæki sem eru ríkulegum samskiptum við starfsfólki sitt þeim gengur bara betur að innleiða þetta og gera þetta betur þannig að það er bara ljóst. Já. Við þurfum endilega því að þú myndist á drift á þurfum aðeins að skoða það, ekki aðeins, við viljum bara skoða það vel og vandlega að það er semst Háskólann á Akureyri og Drift EA eru semst í samstarfi í nýsköpun og frumkvöðlamennsku og þetta er bara orðið heilmikið batteri sem er komið af stað og þú ert þarna formaður fagráðs, ekki satt? Jú, formaður. Og kannski með ykkur fleiri hatta þarna. Já. Segðu okkur aðeins frá þessu, hvað er að ræða og hvað er þetta? Já. Að því að mér nú svo tamt að slá mig og þá var ég semst formaður fagráðs verkefnis frumkvöðla nýsköpunar við Háskólann á Akureyri. Þetta er semst verkefni sem að ég fór á stað og hef verið að móta og þróa síðan ég byrjaði hóstörf hérna. Það var semst sko formlega tilkynnt núna í sumar að þetta væri semst hluti af starfsemi háskólans og fagráðið fellur undir sko skrifstofu rektors, leyfið mér að segja og það er mikilvægt vegna þess að þá er þetta þvert á allar deildur og öll svið og það er mikilvægt að halda því líka til haga að sko fagráð frumkvöðla nýsköpunar hérna við Háskólann á Akureyri setur sér það markmiði að efla frumkvöðla til nýsköpunar innan háskólans. Já, og þetta er þá hluti af þessu nýsköpunar og frumkvöðla setri. Nei. Það er annað. Já, sko, nei. Að því að ég komin á áðan að þegar ég hóf störf hérna að þá sóttist ég eftir að fá að búa til og innleiða setur frumkvöðla og nýsköpun. Við síðan hurfum frá þeirri hugsun og þeirri áætlun að kalla þetta setur.
af því að það var svona komin svolítið mikill rannsóknarstimpill á það og við sem sagt fórum út í það að kalla þetta og skýra þetta verkefni frumkvöðla og nýsköpunar vegna þess að grundvallar markmið þessa verkefnis að efla, eins og ég sagði áðan, frumkvöðla til dáða og nýsköpunar hérna innan háskólans og þá það sem sagt fræðimenn sem eru að gera rannsóknir og þeir eru að sem sagt að skrifa greinar og birta þeir í alls konar tímaritum eða í skýrslum eða hvaðan eina. Þannig oft líka mikil tækifæri til þess að þróa eitthvað sem að verður þá sem sagt, til að markaði, einhverja vörur eða þjónustur. Og kemur þar drift inn í þetta? Já, drift kemur þar inn í þetta. Já, og hvað drift svona fyrir þá sem að þekkja það ekki? Já, sko, ég fæ ekki svona að klára það sem ég ætla að segja. Jú, kláraðu. Sko, þannig að það er mér bara svo mikilvægt að koma því að hérna innan háskólans að verkefnið ekkert bara fyrir sko fræðimennina en við leggjum áherslu að finna leiðir til þess að karfa út jafnvel ný fyrirtæki eða tækifæri sem að geta orðið til. Þegar við erum með sjávarútvegsdeild sem er á fullri ferð hérna í samvinnu við fyrirtæki hérna á svæðinu. Þetta líka fyrir nemendur og það mikilvægt að nemendur geta leita til þessa hérna, verkefnis og fagráðs. Þetta líka fyrir starfsfólk og allar stóð einingar innan háskólans. Ef að fólk sé tækifæri í því að byggja eitthvað upp eða þróa eitthvað innan skólans eða það bara hreinlega með geggjaða hugmynd sem við langar til að verða veruleika, þá er mikilvægt að við séum til staðar. Síðan sem sagt verður drift til eða hugmyndur drift og hérna það verkefni fer af stað á þessu ári á fullri ferð og hérna og það sem sagt sko það í rauninni stofnað af eigundum samherja fröndurnir og hérna og óhagnaðardrifið félag tekur á móti fólki sem með nýsköpunar hugmyndir, frumkvöðlum og vinnur á því að hjálpa þeim við það að byggja upp hugmyndina sínar og koma á stað fyrirtæki. Við drift leggur áherslu á það að þessi fyrirtæki séu hérna innan þessa svæðis á Norðurlandi. Þannig að hérna, hér er grundvallaratið að byggja upp öflugt efnahagslíf og það er það sem er eitt af aðalmarkmiðum driftar. Síðan sem sagt höfum við verið í miklum samskiptum háskólinn, ég aðalega og drift í það hvernig við getum unnið saman og við erum búin að við höfum skrifað undir samningum það að vinna saman að því að byggja hér upp öflugt mennta, viðskipta og samfélag. Drift sem sagt þá vaxtarrými fyrir frumkvöðla og býður frumkvöðlum til sín og með sem sagt víðtæk tækifæri fyrir frumkvöðla til þess að efla nýsköpunina sína og komin á markað. Það þá samskipti við lögfræðinga, viðskiptafræðinga og alls konar bara þá sem að fyrirtækin eða þessi nýsköpunar fyrirtæki þurfa að halda við finnur leiðir eða drift finnur leiðir til þess að hjálpa þeim að vaxa og dafna. Já. Þannig að já, það er svona og það er þetta samband milli háskólans og Akureyri og driftar. Við köllum þetta að hafa byggt brú milli háskóla og viðskipta og samfélags. Já, þetta er bara eins og sé, þetta er þetta svo sem var bara að gerast, þannig að ég óska ykkur bara innilega til hamingju með þetta glæsilega samstarf. Þetta er ekki að sjá þetta verða að veruleika, en við getum náttúrulega farið inn á svo margt og tengt þetta svo mörgu. Það er eitt sem að mér dettur núna bara í hjartan og það er að ef maður hugsið út frá forystu og leiðtoga að það koma strax svona einhverjir upp í hugan. Það er svona, þú veist, maður hugsa býti frumkvöðl, nýsköpun, hver kemur upp í hugan? Þú veist, það geti verið Musk, Steve Jobs heitinn,
ég veit ekki, kannski einhverju listamenn, þú veist, já. Ragnar Kjartansson, Já. þú veist, hvað, Guðjón Jós. Guðjón Jós, já. Já. Gísla Uppsölum Guðmundur heitir Fertram, það er nú útilega flott hérna. Já. Við tölum um hérna Keresis, já. geggja verkefni, Já. mörgunu verkefni sem að, margir aðri frumkvæla, sem að það er hægt að eyða heilum degi og örgla mörgum dögum í það að tælja upp alls konar frumkvæla. En hvað er það sem að, þú veist, einkennir þessa frumkvæla? Er eitthvað sem er sammeilagt, sem að, bara svona þín skoðun? Já, drift, það er að vera drífandi, drífa sig áfram, byggja á einhverjus passion eða sem sagt sko einhverju innri hvöt til þess að eitthvað verða veruleika og láta eitthvað gerast. Og það eru, eins og ég sagði kannski hérna upphafið, þú veist, það geta allir verið frumkvæðlar, en fólk er náttúrulega með mismunandi frumkvæði í sínu DNA og aðrir hlaupa hraðar heldur en hinnir og það er bara gott. En þetta byggist bara á sko á því að vera þetta persistence eða sem sagt vera þetta byggist á því að sjá fyrir sig hugmyndina, tækifærið og ganga alltaf í áttina því. Sjá svolítið fyrir sér þetta ljósi enda gangana og hérna vera stöðugur í því sem þú ert að gera. Leita leiða og hérna tækifæra og láta ekki tækifærið sofna vegna þess að þú hérna þarfst að gera eitthvað skemmtilegt í dag sem að þú getur verið að gera ennþá skemmtilegra við það að byggja upp fyrirtækið þitt. Þarna finnst mér að vera það sem ég finnst þú verið að segja þarna á rammameðlansinni, það að tengja þetta við sko svona fagfórustu, að það er eitthvað svona ákveðin heildarsýn og stefna og það er eitthvað markmið og aðgerðaráætlun og allt þetta. Þannig að það þurfum að sjá eitthvað fyrir okkur, það er eitthvað markmið, þú veist, við ætlum að fara eitthvað, við ætlum að ná okkur fram og þá þurfum við að vera búin að ákveða það hvernig við ætlum að nýta okkur þá nýsköpunar og frumkvölu hugsun til þess að þjóna okkur í þá veru, en hins vegar að þá það atriði sem við þurfum að taka tillit til, við getum ekki bara búið til hvað sem það, ég meina, það þarf að vera markaði fyrir þetta, við þurfum að skoða samkeppnina, það eru samstarfsaðilar, þú hefur verið að koma inn á þetta. Já, þetta mjög mikilvægt og þess vegna það þarf að vera þörf fyrir það sem allar að skapa, ekki það? Algjörlega, þú þarft að vita hverjir þurfa þessu að halda. Markkóparnir og þörfin á markaði. Já, þú þarf bara að skilja þörfina. Er ykkur þörf fyrir þetta? Er ykkur sem að þarf á þinni nýsköpun að halda? Þú ert að skilja það nóg. Og það er náttúrulega, eins og ég kenni nemendum mínum, það að búa til fyrirtæki í raun ekkert annað en sko rannsóknir. Þú þarft að vera í stöðum rannsóknir. Hvað þýðir það? Þú þarft að rannsaka markaðin, þú ert að skilja markaðin sem þú ert að vinna á. Þú ert að skilja síðan sko hverjir þessu sko markhópar sem eru hugsanlegir sko viðskiptavinir og svo greina það niður í mikilvæga markhópa. Það er bara þú þarf bara að vera mjög svo opinn fyrir því að skilja umhverfið þitt. Þetta er eitt núna því að ég nefnda hérna að bara svona östutt að fóresta eða lítið sem samanstandis þetta af leiðtoga fylgindum, því engin leiðtogana fylgind og svo kringumstæðunar umhverfið. Og þá dettur mér í huga því að maður hugsa bara sko svona bara framfarir og nýsköpun. Og það er stundum sagt, já, heyrðu, hérna, sko, þessi hinn var á undan sínum tíma, skilur, og var að reyna að gera eitthvað, en svo var það kannski einhver annar sem kom við önnur, sem kom seinna meir, og náði síðan að gera þetta, þú veist, þetta er svona, ég veit ekki, þetta er kannski að taka alls konar dæmikjartan, en bara eitt sem dettur til með þess að James Cameron, sem var að gera myndirnar Avatar, hann var búinn að skrifa söguna og skipuleggja myndirnar miklu fyrr. Áður en að gerði hann fyrstu myndina og svo gerði hann mynd nummer 2 löngu seinna vegna þess að hann gerði sér grein fyrir því að svo tækni sem að hann vildi nota ákveðna tækni til að framleiða myndina, þannig að hún hefði ákveðna ásýnd, þannig geti verið að sína ákveðna hluti með trúverðum hætti að hann vissi að tæknin myndi fara áfram og þróast, en hann að bíða. Já, þarna er náttúrulega bara maður með sko greinilega mjög sterka sýn á það sem hann er með og það sem hann er að gera. Hefur ríka tilfinningum fyrir breytingum á markaði, hvernig hlutinir eru að þróast, sér fyrir sér að það eru ykkur að tækni nýjungar,
þetta svolítið bara eins og með lyf, við sjáum fyrir okkur að eitthvað muni hjálpa okkur í framtíðinni en lyfið kannski ennþá á einhverju sko prófunarstigi. Þetta að skrifa handritið löngu áður og sko kemur myndinni á markað, það kannski líka svolítið þekkt innan frumkvöðlabransans. Það að segja að fólk gengur með hugmynd í maganum oft mjög lengi en það líka vaknar stundum við vondan draum að einhver annar fór að gera þetta og sér hvernig hann hefur náð árangri að sá aðili. Þannig að við erum alltaf að fá hugmyndi, það ekkert endilega það að við þurfum þá að fara framkvæma þær allar. En stundum kemur bara þessi sko sterka tilfinning í magan og þú bara getur ekki, þú losnar ekki við hennar maður, hann bara komin upp í höfuð á þér og þú einhvern veginn bara, já, þetta svo frábært og skemmtilegt og ég verð bara að gera þetta. Þá bara best að fara að gera það. Og þá dett mér hug svona aðeins á svona persónulegar nútur, Kjartan. Ert þú með svona magaverki, eða þetta er kannski ekki magaverkir, færð þú svona fiðring? Já, ég fæ alls konar fiðringa og ég hef mjög gaman af þessu umhverju og ég held að sko ég bara hef borið gæfu til að kalla starfið mitt frumkvöðlaverkefni. Það er að segja að fara inn í háskóla með mikla reynslu úr atvinnulífinu og þekkingu á atvinnulífinu, þekkingu á því hvernig sko fólk svolítið hreyfist fram og tilbaka í hugsunum sínum og ákvarðanatöku og þess og þar og svona ágæti skilningamarkaði og fara síðan í doktorsnám og ljúka því og hafa síðan þessa miklu passion fyrir því að kenna nýsköpun og frumkvöðlafræði, kenna fólki í sko stuttumáli að búa til fyrirtæki og það er rosalega mikilvægt út af því að við sjáum til dæmis þegar við erum með þessa hraðla innan þessar vaxtarrýma að það kemur fólk inn í þessa hraðla og fær tækifæri til þess að þróa viðskiptahugmyndina sína þar að það hefur enga þekkingu á því hvað það er að vera frumkvöðull eða oft litla sem enga þekkingu. En ég sjáum það að nemendur sem hafa farið í gegnum námskeið í nýsköpunar frumkvöðlafræðum að þeir eru miklu fljótari að vinna verkefni sín eða sem sagt að nýsköpunni. Þeir eru fljótari að skilja það, þau þurfa að finna út markaðinn, þau þurfa að skilja sko þetta efnaðslega umhverfi, þetta sem sagt sko stofnana umhverfi og þess að þar. Því að sko sumir fara á stað með einhverja hugmynd og komin í langt, fatta síðan það að þeir þurfa að kaupa einhvern bíl til að keyra vöruna fram og tilbaka, þeir þurfa að borga laun, leigu og alls konar, þú veist, standa að skila á einhverjum virðisaukaskatti og alls svona dóti, þannig að og þá allt í henni bara, já, herðu, ég get þetta ekki, sko. Þannig að þeir sem að læra á þetta, læra frumkvöðla og nýsköpunar málefni, að þeim gengur almennt betur að koma hugmyndir sinna á framfæri og það er þetta dregur líkum á því að tapa óþarflega miklum fjármunum. Þannig að ég mæli með því. Já. Við erum búin að fara yfir alls konar. Eru að gleyma einhverju mikilvægu? Alveg örugglega, en er eitthvað svona sem að flýgur í kollinn? Nei, ég held að Þú ert ekkert búin að segja eitthvað frá smíðin á jeppanum til dæmis, var eitthvað nýsköpun þar? Herru, já, það er þetta bara mjög áhugavert. Já, það ekki, þú varst alltaf að smíða jeppa og varst að smíða jeppa. Já, þú veist, ég ætla svo sem ekki endilega að við kannski endum aðeins á því bara. Já, við enda á því. Þetta er sjálfbarniverkefni. Þú samt ekki biðlaverki, Kjartan? Nei, en ég kalla mig allt múling, mann. Ég tók húsið mitt í gegn eins og múraði það og málaði og steypuviðgerði og græjaði og það var rosalegt verkefni, ég kann ekkert í þessum málum en það stendur enn og svo rosalega vel gert að það bara sér ekki á því. En talandum ágætt að jeppa, já, ég hef gaman að bara gera alls konar og mér er gott að fara aðeins út og ég kalla að get your hands dirty, að fara með hendunar í drullisvæði og gera eitthvað, þú veist, og
vera eitthvað annað heldur en að sitja á stól og vinna ykkur rannsóknum sem ég mjög áhugavert líka en ég sem sagt þegar ég flutti heim frá Hollandi að þá hugsaði ok, nú ég bara ákveðin að flytja heim og búa á Íslandi ég vil helst ekkert fara til útlanda sko. En ég þarf náttúrulega að gera það líka og ég geri það alveg og það er bara gaman en ég vil, ef ég má velja þá vil ég helst bara alltaf vera á Íslandi og mjög gott að vera á Akureyri en þá, að því ég hef mikið áhuga á skotveiðum og fjallaferðum og bara útivist og þannig að og hef alltaf átt jeppa og ákvað, ok, nú ætla ég að kaupa mig jeppa og maður er náttúrulega ekkert með milljónir á milli handana þannig að ég svona fór að skoða aðeins í kringum mig og ágættu vinur minn, bílæsilega, hann verður oft þreyttur á mér en hann sagði, ég er með eitt út sem að er snillingur, hann er að gera upp svona landgrúsirjeppa, gamla og ég bara, já, ég átti nú einu svona landgrúsirjeppa og stórum dekkjum og eitthvað og ég sagði, ég ætla bara að skoða það og ég fyrir að kíkja á þennan fína jeppa sem var alltaf var bara eitthvað búr þarna einhver staðar og þarna var vélin og þarna var grindin og girkassinn og alls konar og einhverjir vírar út allt og ekkert inn í bílunum var ekki eins og bremsunar eða sæti eða mælaborið það var bara tómur innan og ég sagði bara, er þetta bílir sem ég er að kaupa? Hann sagði, já, þetta er bílir sko. Ég er svona 3-4 mánuði að gera þetta og eitthvað svona og ég sagði, nei, þetta er ekki gerast og hann sagði, þá sagði hann þessi ágættusetningu sko, bíllinn verður eins og nýr en við notum allt það sem er í honum ég tek öll sætin allan innréttingarnar, þríf þetta á sótthreinsi, tek mælaborðið þríf það allt saman á sótthreinsa og ég seti þetta allt saman aftur tilbaki í bílinn og ég sagði, þetta er náttúrulega algjörlega frábært það er löngu búið að kolminsjafna þennan bíl sérilagi þegar ég horfi til þess að ef ég hefði verið að kaupa mér ef ég þurfti að kaupa nýjan bíl það hefði þurfti að flytja hann inn og alls konar þannig að ég ætla svo sem ekkert að fara út í þessa kolumnsumræðu eða umhverfisumræðu neitt sérstaklega en bíllinn allavega, hann var tekinn í gegn og hann er eins og nýr og í stað þess að sprautan þá var hann filmaður á utan það er allt krami í honum er uppfært og lagfært og hann virkar stórkostlega fyrir utan það reyndar að hann var vélavanna á Drottningabraut fyrir nokkrum dögum síðan og þurfti að fara á pallbíl í bæinn en ég er semst komin á hann aftur það er búið að skipta vél í hann gott að heyra og er þá gamall landgrús, er þá kassettutæki og kassettir með djúran og vamm og svona sko það er geislaspilar í honum sko en en það er líka bakkmyndavél í honum já, það var sett í hann hvaða módel er þetta? Hann er semst 2001 árgerð já, okay. Þannig að hann fer bráðum í þennan sko ellismellaflokk og þá fæ ég ódýrari tryggingar og svona já, það fer alveg að líða því það er eitt í viðbót sem ég verða að fá að nefna bara östutt í lokinu þegar maður klára þetta að því ég þarf eiginlega óskaða til hamingju já, þetta tengist náttúrulega ekkur úr fortíðinni á þegar þú búin að bralla ýmislegt og ég komst meðal annars að því að þú ert framar eða ekki þú ert blár, það er sko ég hef nú sko alltaf kallað mig fylkismann sko já, en ég nefnilega það sem ég heyrði var það að þú hefðir sko stofnað sko taekwondo deild fram eða ekki, og það var fyrir hvað það var 2004, þannig að það er 20 ár síðan þannig að það er 20 ára afmæli sko já, það var sko til langt síðan sko já, ég einhvern tíma datt mér í huga að það var nú sniðt að fara í taekwondo og þá er ég þarna eitthvað liðlega 20 vetra 25, 6, 7 ára eitthvað sliðis og hefur nú svona alltaf verið tengdur íþróttum með einum öðrum hætti og en allavega að þá ákvaði að fara í taekwondo og lærði það og síðan eitthvað staðar á okkur tímapunkti þá fannst mér vera tækifæri til þess að stofna nýtt taekwondo-félag. Mér fannst ég stýrði taekwondo-deild IR í mörg ár og það var rosa gaman og IR gekk mjög vel. Skilaði því verki bara mjög vel að mér og síðan fór ég til það stofnaði með félaga mínum á þeim tíma taekwondo-deild fram og ég skilaði því
verkefni síðan bara af mér til fram þannig séð og bara ný stjórn held ég 2013 og já, ég svona hafði veg og vanda með að reka fram og við stofnum reynda líka tækundeild HK og þessi félagi minn hann sem sagt hefur stýrt í og sáum það og já, ég stofnaði tækundeild fram og kendi taekwondo allar dætur mínar hafa alist upp í taekwondo og eru með svört belti og hafa átt mjög farsalan fyrir í keppni í taekwondo og já, þetta var ákveðið frumkvæðlega verkefni ég kom með svolítið öðruvísi sín á taekwondo og ekki endilega á taekwondo sjálft heldur hvernig að reka svona taekwondo félag og ég greiddi þjálfarunum laun og þau fengu líka sko prósent af því að þegar nýjir nemendur komu og það var svona bara til þess að mikil ánægja og vilji til þess að þjálfa hjá mér og félagið óx hratt og eignaði sjóð og gekk bara mjög vel og það var svona óhagnaðardrifið félag þá fór aldrei neitt peningur í neitt annað heldur en félagið sjálft þannig að já, þetta ímislegt sem þú ert búin að bralla þannig að þú ert búin að vera að nota þessi fræði sem þú ert að kenna og vinna með út í samfélaginu, út í atvinnulífinu. Þú ert búin að vera að nota þetta í akademíunni, í skólum, í alls konar rekstri, íþróttarhefingunni. Já, ég stofnaði líka fyrirtæki í Pólandi þegar ég bjóð þar. Það var líka mjög áhugavert og það kemur nú svolítið inn á þetta svo ég sé nú að aðeins að lengja þetta, þú veist. En þetta mjög skemmtilegt, sko. Ég veit það. Þegar ég bjóð í Pólandi þá tók ég eftir því að það var svona stjórnenda vandi í þessu fyrirtæki sem starfaði. Já. Mjög flott fyrirtæki hét i3D og var með sem sagt, verkefni þeirra var að búa til þrívíddar tækni fyrir svona stór fyrirtæki, námur og þessáttar og spítala og alls konar og bara í alls konar voru búa til svona þrívíddar eitthvað og stjórnendur fyrirtækisins sem var þá sem sagt voru 2 eigendur það sem mjög svo skrítið að samtalið innan fyrirtækin sem var ekki neitt og var mjög rauður þráður gegnum fyrirtæki í svona stjórnun og mér finnst það mjög skrítið út af því að þú ert að vinna með sko fólk sem hefur lært tölvunarfræði og tækni og eru í svona skapandi greinum þú veist, ykkur er svona fólk með ykkur á svoleiðis gráður, þú veist, arkitektúr eða eitthvað og það var ekkert samtal á milli eininga, deilda en eitthvað svoleiðis og þetta var sem mjög skrítið og það var mikil starfsmanna velta og sem mér fannst líka mjög skrítið þannig að ég fór eitthvað að skoða þetta og átti mörg samtöl við þessa eigendur fyrirtæki svo svona, vil ekki fara niður og tala við fólki og þeir bara, jú, kannski eitthvað, en gerði aldrei þannig að ég svona að því að ég hafði ákveðið vald hann inni til þess að taka ákvarðanir og svoleiðis. Þannig að ég spurði hversu vel þekkið starfsfólki ykkar? Hvað er nú til dæmis Magda, kona sem heitir Magdalena, hvað er hún svona að gera dagstæðlega svona utan vinnutíma? Hversu vel þekkið hana? Á hún börn, á hún mann eða konu eða hver er þessi manneska? Hvað vitum hana? Og hún er millistjórnandi hjá okkur. Þið veist ekkert hana. Starfsfólkið á gólfi þetta var semst á neðstu hæð og efstu hæð og eitthvað og skrifstofan var uppi sko kallaði þetta glass ceiling þeir vissu bara ekkert fólkið sitt margt fólk þarna hafði bara aldrei séð á það hitt í 45-50 manna fyrirtæki, þetta er mjög skrítið þannig að ég fór að lesa eitthvað svona PISA-skýrslur og öfru sambandsskýrslur það, hvort að þetta væri eitthvað svona sammerkt með stjórnendum bara í Pólandi komst að því að stjórnendur sem eru þá nær svona Austur-Evrópuríkjunum þeir hafa frekar tendensa til þess að stjórna skipulagsheildinni lárétt í staðin fyrir að vera með svona þvera opna leiðtoga sína á fyrirtæki en ég hugsa er ekki bara tækifæri til þess að stofna fyrirtæki sem að kennir ungu fólki leiðtoga og frumkvæðla
koma þessu inn í þeirra DNA að vera frumkvöðlar og geta leitt hluti og haft samskipti sín á milli. Þannig að ég skrifaði ákveðið businessplan og svona áætlun þetta og síðan talaði ég við vinn minn sem var vann hjá þessu fyrirtæki og spurði hvort hann hefði áhuga að koma inn í þetta. Og við stofnum fyrirtæki sem heitir sem heitir Little Bit Academy og í Katowice í Pólandi og það markmið þessi fyrirtækis að kenna ungu fólki að vera frumkvöðlar og vera leiðandi frumkvöðlar, kunna og skilja hvernig þeir geta náð árangri með því að vera leiðandi í sínu frumkvöðla umhverfi þegar þeir fara af stað. En við kennum þetta að því að við svona, hvernig ætlum við að kenna krökkum, ungum krökkum og fólki að vera frumkvöðlar og við komumst að því að það var kannski bara sniðugt að gera það í gegnum prógramming eða sem sagt forritun. Þannig að núna vinna þessi krakkar saman í að forrita og vinna saman að verkefnum og það var sem sagt 2018 sem að ég sá svona einhverja framtíðar auglýsingu sem að var svona verður þetta í framtíðina og drónar voru farin að ryðja sér mikið til rúmsarna og ég sá einhver dróna fljúga með pitsu upp á 10. hæð eitthvað og það var ekki til svona dróni beinlist þá svona að það var ekki svona kommersial fyrir fólk eða eitthvað svona kannski ykkur staðir í ykkur hernaði eða eitthvað, ég veit ekki. En allavega ég bara herðu, þetta geggjur hugmynd. Við bara látum krakkana bara búa til drónan. Og ég hringi í Dominik vinn minn hann úti og segi við hann, við erum að gera þetta. Þau taka dróna og hann svona í pörtum og þau þurfa að setja hann saman og hardverið og svo þurfa að prógramera softverið til þess að láta hann fljúa. Svo getum við verið með alls konar drónakeppnir og eitthvað svona dótari og byggum eitthvað til það í kringum þetta, sagði ég. Búum til eitthvað í kringum þetta og hann bara, nei, þetta er vonlaust, þetta er ekki hægt. Ég sagði, láttu ekki svona, ég er búin að kaupa flug með það, ég er að koma til Póllands. Svo hringdi ég Piotr vinn minn sem er prófessor í tölvunarfræði og sagði honum þetta og hann sagði, já, þetta er bara geggjur hugmynd, komdu. Svo þegar ég kom út að þá var Dominik sem staðist á litanum fyrirtækinu, hann var búin að tala við ykkur sem eru í 3D-prentun og þeir sagði bara, já, við getum bara 3D-prenta húsið. Við getum 3D-prenta helstu parta. Og þá bara fórum við það og þá bara byrjuðum við að kenna krökkunum þetta eða leyfa þeim að fást við þetta verkefni að 3D-prenta drónan og taka síðan þessa parta og setja hardverið í boxið og lokonum og læsunum og síðan kenna hann að fljúga. Og þetta gekk bara ágætlega til að við komast að því að þetta var bæði dýrt og fyrirferða mikið. Þannig að í dag þá fáum við dróna bara annar stað frá og þau setja þá saman, þurfa að prógramera þá og láta þá fljúga. Við erum með drónakeppnir og alls konar. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt verkefni. Takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur. Já, lítið. Og öllu hinu sem við erum búin að fara yfir. Já. Og ég spurði nú í byrjunum hvernig líður þér og þá spyr ég núna í lokin hvernig líður þér núna? Já, ég var náttúrulega dauðstressaður koma hingað og en þetta er bara svo vinnlegt og gott umhverfi hérna. Já, þægilegt stúdíó og þú veist náttúrulega bæði bráðmyndalegur og skemmtilegur og takk fyrir bara frábæra spurningar, það voru ekkert mjög erfiðar en skemmtilegar og mér er bara ótrúlega gaman að þessu. Ég þakka bara kærlega fyrir hrósið. Kem ég aftur eftir mánuð það? Já, það er ekki spurning sko. Þá verða eftir enn klukkutíma þá verða erfiðu spurningar. Það voru krossapróf. Því þú varst að nefna það ef ég heyri þig rétt. Er eitthvað svona sérstök erfið spurning sem þú vildir ekki fá eða hvað er þetta að hugsa? Nei. Það þú veist, þegar ég fæ eitthvað spurningu og fæ að tala, mér finnst það miklu skemmtilega að eins og þegar maður haldi eitthvað fyrirlestur eitthvað með eitthvað glæru. Mér finnst það mjög skemmtilegt, en mér finnst alltaf skemmtilegast þegar ég er búinn og fólk fer að spyrja spurninga. Já. Þá byrja munnræpan, ég get náttúrulega að tala alveg endalaust og vinir mínir sem sjá þetta, þeir hlæja náttúrulega því að tala stanslaust en Þú verður að koma aftur bara seinna, það er bara þannig. Já, það er
þetta er líka margþætt efni, þetta tengist mjög mörgu, bara þessi við að fást við og svo framvegis, þannig að það er ekki spurning. Já, ég borgaði náttúrulega aftur fyrir að fá að koma í þáttinn. Er það ekki? Jú. Ekki klippa þetta út. Það er ekki neina, það er ekki klippið út, þú fær hérna meira afslátt, þú fær meira afslátt næst. Nákvæmlega, herði, þetta var mjög skemmtilegt. Takk fyrir að bjóða mér í þennan ágæta þátt. Takk hérlega fyrir að koma og bara gangið Mjög rosalega vel og við fylgjumst með þeir náttúrulega áfram. Já, sömuleiðis. Þannig að það er ekki spurning. Og þú sem ert að horfa að hlusta, bara takk hérlega fyrir að vera með okkur og það er svona spurning hvenar þú ert að horfa að hlusta en bara hvort sem að það eru morgun, nótt, miðjan dag eða kvöld bara, þá vona ég að þú eigir ánægilegan tíma framöndan.